En daginn við ætlum að teikna upp teikniramma. Verkefni það sem er teiknirammi sem að virka þannig að þið teiknið upp þennan ramma hérna samkvæmt fyrirmynd og leiðbeiningum. Það eru hérna. Og þegar þessu er lokið að þá eigið þið ykkar eigin teikniramma í A4 og hann á að vera með þessi virkni hérna ef við skrifum til dæmis inn skipunina, smellið á teikniramman og þá hefur getað skrifað inn dagsetningar, nafni ykkar á verkefnið og svo bætir þessi e-mail líka. Það er inn á Moodle er grunnskrá fyrir ramman. Ég er búinn að setja hann hérna í mína möppu. Þið byrjaði að ná í allt efni sem, ekki inn á Moodle fyrir ekki, þetta er inn á innu. Byrjaði að opna grunnskrána. Þá opnast átakatið með stillingum og því sem við þurfum að nota í verkefnið. Með réttum leyerum, fyrir málseiningum og hérna ramman. Og við ætlum að teikna hérna í Model View. Það er einnig að finna hérna gamla textaleiðbeiningar. Og gallinn við þær að þær eru gerðar hérna í ennþá eldri útgáfu á átakotinu. En þetta er kannski ágætt svona til þess að hafa þetta hliðsjónar líka. Þetta er í sjálfu sér allt í staðar hérna í forritinu allt sem kemur þarna fyrir, það er bara öðrum stöðum og lítur aðeins öðruvísi út. Það er nú aðalmálið. Við byrjum bara á því að teikna ramman og stærðin á rammanum er 270 x 190. Þetta er sem sagt A4 blað stærðin sem verður 270 x 190 og við byrjum á því að velja okkur réttan layer. Við höfum ramman í F-layerinum. Við keikum á línuskipuninni og það er ágætt að byrja að hafa þetta í 10,10 hérna. Við erum hérna niðri og ég teikna einfallega línu sem er 190 mm sinnum 270 enter escape og ítir svo á kveikja offsetinu stilli það á 270 enter smella öðru línuna og hérna neðan og sjá nei, ég er ekki reyðslega sem offsetið, ég stilla 270 smelli þá á hliðarlínuna ítir svo á space til að slökkva offsetinu space til að kveikja aftur á því slæði það á 190 og þá getur ég smelt á þessa öðru línu og kemur hérna. Það er komið ramma sem er 190 sem 270. Ramminn, sjá, ég er aðeins að fara fram úr sjálfum mér, alltaf leið. Síðan sjáu þið hérna kemur eru málsendingar sem sýna okkur málsendingarna á teikni rammanum sjálfum hérna niðri. Svo henni 10 mm, 10 mm og 10 mm. Svo koma 36, 30 og 64 og 130. Ég nota offset til að teikna þetta. Það er mjög þægilegt að nota offsetið. Kveiki á offsetinu aftur og ég stilli hérna á 10 með því að slá bara 10 og enter og smelli þá línunar hérna. Svo það eru 3 svona línu, 10 mm. Síðan slekki á offsetinu með því að íta space og kveiki aftur á því með því að íta space aftur. 36 og enter. Hlaði hérna línuna, space og space. Hlaði 30, enter. Þessa línu og svo aftur space og 64 enter. Þá er ég komið með, sjáu þið. Það fyrir allt í stekkar alltaf hérna. Þá erum við komið með þessar basic tölur hérna. Síðan ætla ég bara hérna að trimma til línunar. Sjáðu, það er ekki. Ít á trim, ít á space einu sinni og þá get ég klippt línunar
til svona bara freelance eins og við kalla það. Voru ekki þessa báðar í burtu. Svona. Það eru búin að hreinsa til, það eru komið með ramman hérna nánast eins og ég vil hafa hann. Sjálfsögðu í upphæði verkefnis, þá ættum við að íta á Save As og þið saveið teikningunni í ykkar möppu og þið skýrið hana, það er langbest að skýra hana XXX eða uppástafinu ykkar, svona, skrifið svo TTC 103, H15, haust 15 og A4 rammi. Svona, og passið þetta sig í AutoCAD DAG-skránu 2013. Vídeó save, bingo. Svo í næsta vídeó þá sýnum ég hvernig við setjum við testan og það sem við á.